Ég man fyrir cirka 18 árum spádómur, almenn spádómur í Las Ferias. Guð talaði gegnum systur Maríu Lúísu og hann sagði: það komið að því að byrja að kaupa byggingar fyrir minn börn. Og í dag, þú og ég erum við að sjá þennan loforð rætast. Og blessaður sé nafni Guðs. Þið megið fá ykkur sæti, bræður og systur. Og ef að Guð gefur ykkur þennan stað eins og hann gerði, að því hann með mjög stór áætlun hér í Long Island. Það að því það að koma mjög mikið af blessunum og vöxtur fyrir kirkjuna. Okkur langar líka að kynna fyrir ykkur prestur sem hefur gert mikið fyrir kirkjuna, sem bera nafni Darío. Bróðir Darío, allan að heilsa upp á ykkur. Gjör svo vel, bróðir. Takk, bróðir, takk. Satt að segja, ég hef ekki mikið að segja fyrst að þennan kirkja, ég kom kannski einu sinni hingað og það var í húsi. Og nú sjáum við hvar kirkjan á þessari byggingu. Þetta loforð sem að Guð gaf mér að fara í kirkjunum, að sjá hans dýrð. Og sannarlega, ef þú spyr mig, ef þið segðu mér vitnisburður, nákvæmlega sama í Biblíunni, langar mig að segja að ég hef séð fólk fá spádómur, fá heilögum anda. Ég hef séð fólk að gefa spádómi. Ég hef séð fólk sem hefur komið hér mjög fátækt og Guð hefur blessað þeim stórkostlega. Ég hef séð fólk sem gat ekki labbað, fólk sem gat ekki séð, fólk sem var blind og getur séð núna. Ég hef líka séð fólk sem hafa verið talin látin og Guð hefur endurlifað. Og þetta höfum við séð á meðal lækna. Ég hef séð dýrð Guðs og nú sé ég þessa fallega byggingar sem að Guð gefur okkur. Þannig að ég er mjög ánægður og eins og Guð sagði í hans orð. Þið munu vera sem vitni fyrir mig og við erum vitnir af öllum þessum stórkostlegu hlutum, af þessum blessunum, af hans gleði og hamingja sem hann gefur. Og hvað meira get ég sagt? Við höldum áfram og njótum frá fagnaðarerindi og kenninguna og við vitum að hér við lifum, við upplifum það sem að bróðurinn var að segja. Hér lærum við, það nýbúið að kenna kenningu sem heitir nýja öll heilögum anda, sem það sem við erum að upplifa núna. Guð blessa ykkur öll. Takk, bróðir. Dýrð sé Guði. Og hvar systirinn okkar Beatriz, konan bróðir Darío, og dóttirinn systir Stella? Við ætlum að gefa þeim gott klapp. Og systir okkar Hermencia, sem systir okkar Maríu Lúísu, og systirinn Patricia Ocaña, sem kona bróðirinn okkar Andrés, Oscar Carrillo, sem með Perlu og Valeri, dóttir þeirra. Kannski vill systir Perla heilsa upp á kirkjuna. Endilega, systir. Góðan daginn, bræður og systur. Guð blessi ykkur öll. Ég mjög ánægð að vera hér að deila með ykkur á þessum stórkomslegu degi, þar sem við sjáum einu sinni hvernig Guð uppfyllir loforðin sem hann gefur okkur. Og ég var að rannsaka og íhuga í öðrum trúarbrögðum allt sem að þau þurfa að gera og þurfa að reyna til þess að koma með fólk hér. Og þannig að ég var að íhuga og rannsaka það, og fyrir okkur það að sjá hvernig Guð gerir sig stórkostlega, hvernig hann gerir sig opinbera í lífi okkar. Guð blessi ykkur, bræður og systur, til hamingju. Takk, systir Perlu, fyrir að gera fyrir að segja þessi orð. Og það það sem að gerast á mörgum stöðum, það eru trúarbrögð sem eru að vaxa og stækka, en það vex og stækkar út af því að þau eru með tónlist og þau eru með alls konar hluti til þess að reyna að fá fólki til þess að vera í kirkjuna. Ég var að tala við konum daginn sem að sagði: ég fer í þessari kirkju með dóttir mína því hann langar að fara út af tónleikana sem þau halda upp á, en ég sé engin breyting í lífi hennar.
Þannig að hér sjáum við að í kirkjan okkar fólk að koma vegna breytingana sem að eiga sér stað í lífi þeirra. Og bróðirinn okkar sem að koma núna, hann satt yfirpresturinn hér í Bandaríkjunum. Góðan daginn, bræður og systur, Guð blessi ykkur öll. Og þetta gefur mig mjög glaðan að sjá hvernig Guð gerir sig opinbera og stórkostlega hér á meðal okkar, og Guð gefur okkur dyrðina sína á hverjum einasta degi, og hann sýnir okkur á hverjum einasta degi hans vald og hans miskunn, hans kærleika og miskunna sem hann hefur fyrir okkur. Og einnig systir var að lýsa, þetta eru ávextir sem eru að koma frá þér, af því þú varst að leggja þig fram og þú fórnaðir miklu fyrir okkur, fyrir þennan stað, og við vitum að við erum hér fyrir framan systir var að lýsa sem það hefur fórnað lífið sitt fyrir það sem að Guð bað hana að gera, það sem hún vildi, sem var að leita eftir Guði. Og við sjáum að allt hefur borgað sig, af því við erum með þennan fallegan stað. Og kona, bróðir Carlos, ég elska kona mínu mjög mikið. Systir Raquel Hernández, ég elska hana mikið, hún er alltaf til staðar og hjálpar mér mjög mikið. Ég var mjög ánægð því ég þurfti ekki að tala. Það er allt mjög fallegt, þangað til ég þarf ekki að tala. Ég er ekki mjög hrifin á að tala fyrir fram á fólk. Það er minn ánægja að vera hér og kynnast þessum stöðum, þessar kirkjur, að sjá þessar kirkjur, og við erum með kirkja sem er mjög blessuð, og það sem fjársjóðurinn sem við finnum hér, finnum við hvergi, og það er stórkostleg blessun að Guð hefur kallað okkur. Hann hefur kallað okkur til að vera hér í dag, til að vera hér, og við erum að njóta frá blessunum sem að Guð hefur fyrir okkur. Og við systir var að lýsa, við höfum geta leitað að Guði. Það er forréttindi að vera hér með Guði, og með systir var að lýsa. Við viljum þakka Guði, við erum orðlaus. Það er ekki nóga orðum til að þakka Guði fyrir allt sem við skuldum honum, fyrir að gefa okkur forréttindi að vera hlut af þessari kirkju þar sem að Guð talar við okkur. Takk, bræður og systur, og Guð blessi ykkur öll. Einnig er systir Marta Cecilia Hernández, sem er systir hennar Rakelar og ásamt manninu sínum. Systir Adriana Carrillo, sem er systir bróðirinn okkar Andrés, bróðir Luis. Hann er sem sagt yfirpresturinn hér á þessu svæði. Góðan daginn, Guð blessi ykkur öll. Systirinn Rakel sagði að við erum með fjársjóður hér í kirkjuna, og fjársjóðurinn er að eiga Guð, að eiga lifandi Guð og valdamikill, og að eiga líka kennari spákona sem að gefur okkur innblásturinn til að halda áfram. Þetta líka núna nýja öldina, þar sem að það er mjög mikið að spámönnum á meðal okkar, og að sjá þennan fallega stað gerir mér mjög glaðan, því að ég kom til Bandaríkjanna árið 1993, og þá voru 5 manns í Stanford bara, og við ferðuðum frá New Jersey til Stanford viku fresti, og það er mjög fallegt að því eftir það opnaði kirkjan í Elizabeth og svo í New York. Og að sjá allt sem er að gerast þér í Bandaríkjunum er eins og að upplifa draum. Það er eins og þegar þú ert að drauma, þér er að drauma, þetta er mjög stórkostlegt, og okkar draum upplifum við vakandi. Það er einu munurinn. Á okkur draumir vakandi, við sjáum svo mikið af fallegum hlutum. Gefum Guði dyrðina.
Takk bróðir fyrir allt sem þú gerir. Við langar líka að heilsa upp á systurnar okkar sem eru með systir María Luisa. Og dýr sé Guði og hversu falleg. Þetta andleg veisla. Hverjir eru glaðir? Hverjir eru glöð með Guði? Hverjir eru spennt? Hverjir eru spennt og glöð og þakklátt? Dýr sé Guði. Það eru ekki til orð, sannarlega, fyrir allt sem að Guð gerir í kirkjuna sína. Við ætlum að syngja lofsöng til þess að gefa Guði dyrðina. 135 eða 137. Falleg orð lífs. Og við ætlum að syngja, við ætlum að hugsa það sem við erum að syngja. Því það mjög fallegt það sem að þennan lofsöng segir. Cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. ¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son! Bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Gloria a Dios. Quienes bendicen y alaban al Señor. Og dýr sé Guði. Vámonos de pie. Hverjir gefa Guði dyrðina? Við ætlum að standa upp. Við ætlum að taka á móti systir okkar María Luisa. Og í dag sem þetta kirkja hér á morgun í Connecticut og eftir viku verður það í kirkjan í Bogota, ný kirkja á 50. 27. Kirkjan sem á 134, gatan sem heitir 134 þar í Bogota, mjög falleg kirkja sem mun hafa pláss fyrir 3500 manns. Það stór kirkja, mjög falleg staður. Þannig að hvernig getum við ekki verið þakklátt með Guði? Já, auðvitað getum við það. Og blessaður sé Guði, hann sá sem gerir allt. Og við ætlum að syngja kór sem akkurat það sem við erum að upplifa. Það komin tími fyrir okkur að breyta lífi okkur, að snúa lífi okkur. Það komin tími fyrir okkur að predikera og að segja Guð til og að vera stoltur af því að vera hlutur af þessari kirkju þar sem að Guð lifandi og opinberir sig á meðal okkar. Það komið tími til þess að það viti allir hvar kirkjan Það komið að því.
kór 116 eða 114. Við ætlum að syngja þennan kór sem vera titli Það er kominn tími. Og þú verður að skuldbinda þig með Guði og segja það er kominn tími fyrir mig að skuldbinda mig með þér og Guð. Takk fyrir þessar blessanir. 4 kirkjur á 2 vikum, 4 nýjar byggingar, nýjar kirkjur, nýjar fasteignir. Það er kominn tími til þess að predika kirkjan. Del fatal y largo sueño despertarnos y llevar a toda criatura el mensaje de paz y salvación. ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién la luz les llevará? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién testigo fiel será? En la viña son pocos los obreros. ¿Quién irá? ¿Quién irá a su viña? Við ætlum að taka á móti henni með mikilli ást. Hvernig ættum við ekki að taka vel á móti svona gáfuð kona sem svo gáfuð og svo greind, með mikla greind, og hér kona Guðs með ykkur, systir María Luisa. Góða kvöldið, bræður og systur, Guð blessi ykkur öll. Guð blessi ykkur, hafa sér, þið megið fá ykkur sæti. Og þegar við opnum fyrsta kirkjan í Bogotá, í Las Vegas, í Kólumbíu, og daginn sem við opnuðum kirkjan, heilagur andinn talaði og sagði, héðan í frá munum við byrja að byggja mjög mikið af kirkjum. Og í annarri spátum sagði Guð, sagði heilagur andinn, við þurfum að kaupa mjög mikið af fasteignum. Við þurfum að kaupa fasteignum og við skildum það ekki þá. En svo hefur það gerst, eins og Guð sagði það. Það hefur gerst. Og Guð hefur kannski notað mig til að tala og til að gefa opinberanir. En Guð hefur uppfyllt allt, dag eftir degi. Þannig að það er ekki að ég sé greind, að ég sé gáfuð, heldur það Guð í gegnum minn. Ég hef leyft Guð að nota mig. Og eins og ég sagði við bræður og systur, ég elska Guð. Ég elska Guð. Og fólk getur sagt að ég sé klikkuð eða brjáluð, en það er ást sem ég hef fyrir Guð, og það er kannski það sem hefur kannski virkað í lífið mínu fyrir Guð, að Guð nota mig sem tól, sem færi til að tala við fólk marga hluti. Þannig ef Guð hefur notað mig, þá vil ég þakka Guð því hann hefur uppfyllt allt í gegnum tíðina, gegnum dagana, og það hefur verið uppfyllt. Ég mjög glöð í öll sem tengist Guð, og þegar ég syng, þá syng ég með hjarta og sálina. Og dyr sé Guði, við ætlum að syngja þennan kór sem hann segir, lofið Drottinn, allar þjóðir, alla bær, allir lofið Guð. Og það er kór númer 180. Lofið Guð, lofið Drottinn, allar þjóðir.
Señor. Poderoso Señor, poderoso Rey. Dýr sé Guði. Rey Santo, aleluya. Gloria al Rey. Almáttugur, kraftmikill. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para nosotros, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, aleluya, es para siempre, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para nosotros, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, aleluya, es para siempre, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para nosotros, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, aleluya, es para siempre, amén. Gloria, mi Señor y Dios. Dýr sé Guði. Dýr sé okkar Drottinn. Blessaður sé nafn Guðs. Þið megið fá ykkur sæti og nú ætlum við að byrja með nokkrum spurningum. Já, bróði. Ég er mjög ánægður að vera hér, systir María Luisa. Ég með hálsbólgu en ég þurfti að, mér langaði að vera hér og mér langar að þakka þér fyrir að leggja þig fram svona mikið fyrir allt sem tengist Guð. Mér langar að gera þér spurning og það er í Biblíuna. Og það er í bréf Páls til Filipimann, kapli 2, vers 14. Og það stendur hér: Gjörið allt án þess að mögla og hika, til þess að þér verði óaðfinnanlegir og hreinir, flekklaus Guðs börn meðal rangsnúinnar og gjörspiltra kynslóðar. Þér skinnið hjá þeim eins og ljós í heiminum. Og ég tengdi þessu saman ef við förum í þriðja bók Móses, þar sem að María og Aron, í fjórða bók Móse töluðu í gegnum, töluðu á móti sem sagt konu og þau sögðu, og sem sagt það er fjórða bók Móse, kapli 12, vers 1 og 2 og þau sögðu: Hefur Drottinn aðeins talað við Móse? Hefur hann ekki talað við okkur líka? Og Drottinn heyrði það. Ég veit að það gerist ekki mikið af kirkjunum, því þú hefur kennt okkur að leyfa óvininum ekki að trufla okkur. Og við höfum séð í nokkrum tilfellum, og ég segi það bara svo þú getur kennt okkur í þessar litlar kirkjur sem eru kannski að vaksa og eru ekki með mikla reynslu varðandi kannski vegna misskilningur eða vandamál með prest eða einhverju kirkjuna og segjum svo að manneskjan byrja að slúðra og tala ákveðin manneskja og byrja að tala illa aðra, sem að gera það að verkum að það gefur svolítið þungt andrúmsloft í kirkjuna. Þannig að ég var að lesa hér varðandi Miriam og Aron
og þar sem að þau mæltu gegn Móse. Og mér langar þá bara að vita ef að það einhver í kirkjuna sem að vil þykjast vita mikið Guð og hvernig getum við gert svo að óvinurinn plati okkur ekki, svo að við séum ekki að tala aðra eða svo að allir sem koma með slúðra til okkar að við séum ekki að trúa allt sem að fólk segir. Ég sé að prestarnir sem eru í kirkjuna, þau eru að vinna, þau eiga eðlilegt líf og eru alltaf að flýta sér eftir vinnu til að koma í kirkjuna og kenna okkur. Og hvernig getum við hjálpa prestarnir í stað þess að vera sem hindrun að hjálpa, svo að við getum öll vaxað andlega. Þú getur kannski útskýrt þetta betur fyrir okkur. Ég veit að við höfum mörg séð mjög mikið af biblíukennslu og mikið af hlutum, en ég veit að Guð á eftir að gefa enn meira vöxtur í kirkjuna, þannig að mér langar aðeins að spyrja varðandi þessu. Já, þetta eitthvað sem ég mun alltaf tala í öllum biblíukennslunum, sem eru ráðgjöf fyrir kirkjuna. Að slúðra ekki, að vera ekki að tala aðra. Og við sjáum að þetta eru hlutir sem hafa alltaf gerst. En fólk sem að slúðra að tala aðra, það er fólk sem er ekki í lagi, eða sem að það var aldrei nóg, það er alltaf eitthvað vandamál fyrir þau, þú veist, það er alltaf annarkvort að sé presturinn, eða er ekki hrifin af stólunum, eða blómin, eða liturinn á kirkjuna. Það er að segja, þau verða pirruð út af öllum, þau reyna að finna sér vandamál, þannig að við þurfum að munna að það er eitt sem er mjög alvarlegt og mikilvægt í kirkjuna, sem er það sem að enginn tekur eftir, og þið þurfið að skoða að í kirkjunum þegar svona gerist að það eru misskilningar eða rifrildi eða vandamál eða slúðrar, reiði eða misskilningar bara á milli trúendur. Það er vegna illa anda. Illir andar sem að hafa tekið yfir ákveður manneskju og segjum að hann kom í kirkjuna, það kemur mjög mikið af fólki, en það eru kvenmenn og karlmenn sem eru bundin með seiðiskraft, bundin með gildrum og eru með illum öndum. Og þegar þeir koma í kirkjuna og hlusta og heyra spádómi, þeim byrjar að líða vel og halda áfram hér í kirkjuna, en þau verða ekki frelsaðir að því þessir illir andar halda áfram í þeirri líkama, og það getur verið hvort það sé að móðga eða gagnrýna eða vera pirraður út af neinu, eða byrja þá að segja að presturinn er að predikera og gefa kenningin út af lífi minn og út af hlutina sem að ég hef gert. Þannig að það er það sem óvinurinn gerir. Óvinurinn reynir að nota þetta fólk til þess að búa til rifrildi og ósamræmi í kirkjuna. Og það eru margir sem að fatta þetta ekki, og þau fatta ekki að þetta séu illir andar sem að hafa tekið manneskjan og er að gera þetta. Það er óvinurinn sem er að virka í gegnum þeirra. Og fólk byrja að segja, nei, það er systir Carmen, það er systir Julia, það er hún sem er að gera þetta. Í stað þess að segja, já, það er sem að gerast er að systir Julia eða Juan eða Pedro, hver sem er með illa anda. Þurfum að vera þolinmóð og við þurfum að gefa þeim handa yfirlagni svo að Guð frelsi það, svo að Guð taki þessir andar í burtu. Og fólk sem er aldrei ánægð. Fólk sem er alltaf reið, sem að segir ekki einu sinni hæ við fólk. Þannig að fólk er stætt að segja að þessi manneskja er með illa anda í sig. Þá segir fólk bara að þessi manneskja er svo leiðinleg. Þannig að þegar við erum klár, þegar við erum með visku, þegar við erum með greind og visku og þið vitið að það eru illar andar í fólki, þá byrjar að vera þolinmóð.
þá segirðu ég ætla að vera þolinmóður og ég ætla að vera góður, ég ætla að gefa þér handa yfirlagningu og ég ætla að biðja Guð að frelsa þetta lið og þess vegna eru slúðrar og öll þessi vandamáli, það væri ekki út af þessum illum öndum sem eru í kirkjunni, þá væru engin vandamál. En Guð gefur okkur vinnu, hann gefur okkur verkefni til þess að gera, þannig að Guð segir ef að ég læt alveg vera fullkomið í kirkjuna, þá verður engin vinna til þess að gera. Og Guð segir, svo þegar ég hafi vinnu, þá ætla ég að setja þessi lítil vandamál, svo þið getur gefið handa yfirlagningu og frelsa fólk frá þessum öndum. Þannig að þetta er það sem að Guð gerir. Systir, góðan daginn og bræður og systur öll góðan daginn. Systir, hjartað mitt getur ekki meir, ég er svo ánægður að geta tala við þig. Ég er með spurning. Stundum komum við fjölskylduna í kirkjuna og óvinurinn tekur einn af þeim til þess að móðga eða gagnrýna. En það er eins og þú varst að segja að þessi manneskja er það sem tekið að villumöndum til þess að eyðileggja andlega lífið okkar. Þannig að við tökum eftir að það er ekki þessi manneskja sjálf, heldur eru andar sem að þannig að Guð leyfir þessari manneskju eða óvinurinn að nota manneskjan til þess að segja slæma hluti svo að við förum að rífast og svo að við verðum í stöðnu, lendum í stöðnu í okkar andlega lífi. Mér langar að vita hvernig allt er. Þú veist, ef að fólk er tekið að villum öndum, fattar það ekki að þau séu að móðga og eyðileggja annað fólk. Eins og ég sagði, ef það er fólk sem er með illum öndum og þessi illir andar er það sem að gefa það að verkum að þau gerir hluti, ranga hluti við með þolinmæði og með visku og greind og það að vita að þetta eru illir andar og ekki manneskjan sjálf, heldur andar sem hafa yfirtekið manneskja, þá þurfum við að vera þolinmóð og biðja og gefa þeim handa yfirlagningu. Ekki fara með það í hjartað okkar, ekki taka það innan af okkur. Af því það er óvinurinn til þess að trufla andlega lífið mitt svo að ég verði í stöðnu, svo að ég lendi í stöðnu, svo að ég missi andlega blessanir, að því ég verð reið við þessari manneskju, að því ég mun lenda í vandamálum með þessari manneskju og það er það sem að gerist, að andlega lífið okkar verður stöðna. Það er það sem að gerist. Þannig að við þurfum ekki að spá í þessu, við þurfum ekki að hlusta þegar fólk verður svona, því fólk kemur í kirkjuna og það er með illum öndum og við þurfum að vera miskunnarfull og vera þolinmóð og hafa greind og visku og gefa þeim handa yfirlagningu og biðja. Og ef þú getur ekki gefið handa yfirlagningu, skaltu þá bara biðja einhverjum öðrum sem að getur það, að gera það. Skaltu segja bara, þessi manneskja er með vandamál, þessi manneskja móðgar fólk, það er klárlega eitthvað, viltu gefa þeim handa yfirlagningu. Þannig að það er vinnan okkar, það er vinnan og það er það sem við gerum. Þess vegna stendur einhvers staðar hér í Biblíunni að við þurfum að biðja. Hver og einn fyrir aðra líka. Við þurfum að skilja hver annari og vera þolinmóð við hver annari og hafa miskunn við hver annari og það er það sem við þurfum að gera. Að hafa miskunn. Og það kemur manneskja sem er þá kannski manneskja sem er að móðga og er að berja fólk og blóta, það er allt annað. Þá þurfum við að biðja Guð og segja manneskju líka, ef að þú getur ekki heiða þér, þá ætlum við að banna þér að koma hér inn. Að þú kemur hér til að gera slæma hluti. Þetta er ákvörðun sem að prestarnir taka í kirkjuna, en við sem trúendur getum haft miskunn fyrir fólk og þá held ég að manneskjan gæti þá breytt. Nú ætlum við að halda áfram. Systir, góðan daginn. Það er mín ánægja og það er lofur frá Guði að gera þessari spurning. Ég trúði ekki á Guð. Ég talaði illa um Guð og hlutin um Guð.
Þannig að spurningin sem ég hef persónuleg. Í biblíukennsluna í Sálmar 21, það var einhver sem spurði þig fólk sem bölvaði Guð, sem talaði illa Guð og kirkjan og allt sem tengdist Guð. Og þú svaraðir og sagðir að þau sem bölva Guði fá ekki fyrirgefningar frá Guði. Þannig að aðal ósk sem ég hef í mínu hjarta að þjóna Guði. Það skiptir einhver máli hvernig en mér langar að þjóna Guð. Hvernig get ég gert eða hvernig hefur allt sem ég gerði áhrif til að geta þjónað Guði með hjartanu. Í kenningunni sem ég gaf varðandi völvun á móti heilögum anda, það þegar einhver sem þekkir Guð, sem hefur tekið þátt í hlutina Guð og frá Guði, fer á móti og fer að bölva Guð, presturinn eða trúendur í kirkjuna. Það það sem við köllum bölvun. Í þínu tilviki það ekki bölvun, því þú hafðir aldrei þekkt Guði. Þú sagðir bara að þú sagðir kannski ég trúi ekki á Guð og sagðir kannski ljóta hluti, en þú varst í fáfræði. Þannig séð því þú hafðir aldrei upplifað neitt með Guði. Þannig að það ekki bölvun. Það ekki bölvun á móti heilögum anda. Sá sem bölvar sá sem þekkir. Og Jesús Kristur sagði að þau sem bölvuðu fá ekki fyrirgefningar frá Guði. Það að því að gyðingarnir á þeim tíma, gyðingarnir sem sögðust trú á Guð, hafa Guð í þeirra lífi, trú á Móseslögin, þau trúðu á spámennina og þau lásu að spámenninir, að það stóð að Drottinn ætlaði að senda Jesús Kristur. Hann ætlaði að senda Jesús Kristur sem myndi koma að bjarga okkur. Þannig að þau vissu það, þau höfðu lesið þetta oft og þau vissu kenninguna. Þessi aðal og farisearnir og þau sem trúðu á Móseslögin. Og hvað gerðist? Það sem gerðist var að þegar Jesús Kristur var að predikera fagnaðarerindi, þau eftir að hafa kallað sig kennara lögmáli og kennara lögin, sögðu að Jesús Kristur var lygari og að hann væri djöfull. Og þess vegna sagði Guð, þið eruð að bölva, að því þau höfðu lesið í spámenninir. Þau höfðu lesið að Guð ætlaði að senda Jesús Kristur sem hjálparan. Og svo kemur hjálparinn og þau sögðu að hann væri lygari og djöfull. Og þess vegna sagði Jesús Kristur, þið eru að bölva og Guð mun ekki fyrirgefa ykkur það. Það það sem bölvun. Og daginn í dag við hér í kirkjuna, fólk sem hefur fengið að njóta frá Guð, spádóminn og drauma og sýnir og fara tilbaka og byrja að tala illa kirkjan og segja að við séum lygarar, að við séum svikarar og að við séum alls konar. Það manneskja byrjar að bölva. Það bölvun og það það sem að Guð refsar. Í þínu tilviki ekki hafa áhyggjur. Þú þekkir Guð og við þökkum Guði að því hann hafði miskunn og í þinni fáfræði hafði Guð miskunn við þig og kom með þig hér til að njóta frá Guði. Þannig að það sem þú þarft að gera að halda áfram og leita andlegu hlutina svo að Guð gefi þér það. Við höldum áfram. Góða kvöldi, systir, Guð blessi þig. Mér langar að
byrja vitnisburð að ég byrjaði í kirkjan sem byrjaði á hótel í Hempstead. Ég byrjaði, fyrsta daginn sem ég mætti var biblíukennslu, þegar þú varst að gefa biblíukennslu og Guð gaf mér mjög falleg upplifun. Og þegar ég sá þig þá sagði ég, ef ég hefði alist upp við hliðina á þessari manneskju hefði ég verið öðruvísi manneskja. Ég sagði við sjálfa mig, ég hefði ekki gert svona mikið af mistökum hefði ég alist upp með svona konu. Þegar ég kom í kirkjuna var ég 18 ára. Ég núna búin að vera í kirkjuna í 10 ár og Guð hefur gefið mér virðingu fyrir þig. Og þú ert sem móðir fyrir mig. Þú hefur verið sem andleg móðir fyrir mig, að því fjölskylda mín hefur verið mikið stjórnuð á óvinunum. Þannig ég hef aldrei fengið það, ég var aldrei alin upp í hlutina Guð. Og þú ert sem dæmi fyrir mig og börnin minn, systir. Og ég núna í kirkjunni Hempstead og núna hér í þessari kirkju sem að Guð gaf okkur og ég veit að þessi kirkja mun vaksa því þú hefur sagt það, því við munum byrja að predika líka á ensku sem móðmæli hér. Ég með spurning í 1. Korinthubréfi 12 vers 30 til 32. Já, systir, og þar stendur. 1. Korinthubréfi kafli 12, það ekki? Jú, systir. Vers 30 til 32. Nei, það getur ekki verið. Nei, 1. Korinthubréfi 11, fyrirgefðu. 1. Korinthubréfi kafli 11. Afsakað, systir. Þar stendur, fyrir því eru svo margir sjúkir og krankir á meðal yðar og allmargir deyja. Ef við dæmdum sjálfa oss, yrðum við ekki dæmdir. En fyrst Drottinn dæmir oss, þá hann að aga oss til þess að við verðum ekki dæmdir sekir ásamt heiminum. Systir, mér langar að biðja þig að kenna mér meira þessi vers, að því ég veit að óvinurinn, við erum búin að vera í kirkjuna í langa tíma, en óvinurinn gerir okkur blind þegar það kemur að því að setja gildrur í lífi okkar og Guð hefur verið að kenna mér hvernig ég get haft meiri skilning með fólki þegar við erum í erfiðum ástæðum. Guð hefur kennt mér að vera ekki að dæma. Og nú leyfir Guð mér að setja mig í þeirri spor sem að fólk Og Guð hefur kennt mér að halda áfram í hlutina sem að tengist honum. En hvað það sem að þú vilt að ég útskýri? Ég ekki alveg að skilja. Vers sem að hér sem að segir að við fyrir þér eru svo margir sjúkir og krankir á meðal yðar. Já, það verið að tala, hér verið að tala sem sagt fólk sem að borðar svo kallað kvöldverður drottins eða brauð drottins. Þannig að Guð var að segja að þau sem að eru að synga með ekki taka þátt í kvöldmáltíðina. Og á þeim tíma þegar kvöldmáltíðina var alltaf hlaðborð. Það var stór hlaðborð þar sem var borðað mikið að drykkjum og matnum og þau voru fullir. Og með það að vera full voru þau mistu vitið í raun og veru og þetta var óskipulagt. Þetta var sem sagt bara
þetta var bara fyllir í raun og veru. Þannig að Páll postól sagði þegar þið fáið kvöldmáltíðina eru þið að verða full og að borða of mikið. Á þeim tíma var sagt að fólk borðaði svo mikið að þau ældu matinn og héldu áfram að borða og héldu áfram að kasta upp og héldu áfram að drekka og vera full. Þannig að Páll postól sagði, þetta ekki kvöldmáltíðina drottins, þetta bara óskipulagi. Og þá sagði Páll postól, og þau sem eru að synga hafa engan rétt á að vinna með í kvöldmáltíðina. Það eru margir sem eru sjúkir eða veikir og sofa. Og margir sem sofa, þegar hann sagði margir sem sofa, meinti hann fólk sem svaf í andlega lífið, fólk sem var ekki alveg vakandi, meðvitið í andlega lífið. Þannig að apóstol Páll sagði, ef að þú ert ekki að ganga vel fyrir framan Guð, að það væri best að þú myndir sleppa kvöldmáltíðina. Og þess vegna gerum við ekki kvöldmáltíðir hér fyrir drottnin. Að því í kirkjuna við viljum ekki segja fyrir framan fólk, þau sem eru að synga mega ekki koma og vera með í kvöldmáltíðina. Og fólk fer yfirleitt að ljúga að svona hluti, að því þá fer fólk að hugsa, ef ég fer ekki fram að borða kvöldmáltíðina, þá veit allir að ég sé að synga og ég veit það ekki. Þannig að það væri raun og veru að vera að dæma aðra. Þannig að það erfitt og í kirkjuna við gerum það ekki, því við getum ekki sagt, þau sem hafa ekki syngað komið og fáið kvöldmáltíðina. Það eins og þegar Jesús Kristus sagði, það hann sem hefur ekki syngað kasti fyrsta steinin til þessara kona og allir fóru í burtu. Því þau skömmuðu sín, því þau sögðu, og hvernig ætla ég að kasta fyrsta steinið, og svo kemur Jesús Kristur og gefur mér lista af öllum þeim syndum sem að ég hef í mínu lífi. Þannig að ég held að það yrði mjög svipað í kirkjuna, því við höfum hugsað þetta og við höfum, og til þess að forðast þess að gera fólkin að gera fólkinu það að þau skammast sín, að þá höfum við ákveðið að sleppa að gera svona hluti. Og systirinn að spyrja að þar sem þau fyrir því eru svo margir sjúkir og krankir, það var út af því að fólk var sem sagt að taka þátt í þessum kvöldmáltíð drottins, en þau höfðu ekki rétt á að gera það því þau voru að synga. Og þegar systirinn segja að hún orðin þolinmóð og Guð hefur kennt henni að vera ekki að dæma, að vera ekki að gagnrýna. Það það sem við gerum hér. Við gagnrýnum ekki, við dæmum ekki aðra, því það Guð sem gerir það, ekki við. Góðan daginn systir, Guð blessi þig, vertu velkomin. Það eru forréttindi á þessu kvöldi að vera hér saman, að njóta frá þessari gjöf sem að Guð hefur gefið okkur. Þetta hans loforð að við myndum vera hér í opnu kirkjurinnar. Það var loforð frá Guði að við myndum sjá kirkjan vaksa daglega og við munum sjá kirkjan vaksa meir og meir. Með minni fjölskyldu byrjum við í kirkjuna þegar það var á hóteli og við byrjum svo í Heimstað og það var vel tekið á móti okkur. Við höfum lært mjög mikið bræðurnir og systurnar þar og ég veit að það mun hjálpa okkur mjög mikið í gegnum lífið. Guði hans miskunn gaf mér heilögum anda og nokkur andlegum gjöfum og þannig það sem að spurningin okkur hefur verið kennt að leita að andlegum gjöfum, öll andleg gjöf og að biðja Guð að fullkomna lífið okkar til að ná þessum andlegum gjöfum. Og mér langar að vita, systir, ef við getum nefnt, ef við getum talið, þau eru mörg eða fá. Í 1. Korintubréfi kapli 12 frá vers 8 til 10 eru sumt af þessum nefnt og í Rómverjabréfi kapli 12 verið líka að tala nokkru gjöf sem eru náðargjafir eins og miskunn og eins og þjóna. Já, við erum með þessu andlegu gjafir á þess að taka eftir. Hann sem stendur hér fyrir framan kirkjuna og að predikera, hann
með andlegum gjöfum, að kenna öðrum, að segja fólki hvernig á að heiða sér kannski, það að vera leiðtogi, það eru gjafir, þannig að við erum að vinna í þessu og miskunn, við þurfum öll að hafa miskunn fyrir hvor annari, að biðja fyrir hvor annari og jafnvel stundum þegar það eru erfiðleikar að hjálpa öðrum líka, það er miskunnargjöfina. Þannig að við erum að gera þessum gjöfum að verkum að þess að taka eftir því og með andlegu gjöfina, ég hef aldrei gert lista, af þeim andlegum gjöfum að því ég held að það gjafirnar eru getu sem að Guð gefur okkur. Það að fólk líki vel við okkur er gjöf frá Guði. Þannig að gjafirnar þessi andlegu gjafir eru gjafirnar sem að Guð gefur okkur. Þessi geta eða persónuleika, að vera duglegir í vinna, að vera sérfræðingar í einhverju. Öll þessi geta sem að Guð gefur okkur eru gjöf frá Guði, gjöf sem að Guð hefur gefið okkur og þessi gjafirnar, það er verið að segja að aðalgjöfin sé spádómurinn, því með spádómnum vex kirkjan og fólk breytir lífi sín og fólk verður ánægð, fólk fær blessanir og fólk snýr sér til Guðs. Þannig að það er verið að segja að þetta sé mikilvægasta gjöf, því það er það sem að kemur með flest sálir fyrir Guð. Nú ætlum við að halda áfram með síðasta spurningin. Takk systir. Góða kvöldi, Guð blessi þig áfram, vertu velkomin hér í Long Island, þú og þau sem hafa ferðast með þér, hversu mikil ánægja í mínu hjarta að geta verið hér að spyrja þig þessari spurning. Þú ert klárlega þjón Guðs og ég er mjög ánægður, það eru forréttindi fyrir mig, ég er blessaður að því ég er að sjá spákona. Ég þurfti ekki að vera í fortíðina, heldur ég sjá þig með mínum eigin augum. Og systir líka eru forréttindi fyrir mig að því þú varst að segja. Ég var síðastur, það er beitnisspörður, 25. júní. Var ég í Girardot í kirkjuna, ég var síðastur í röðina. Blessaður sé Guð að því að bræðurnir, mínir bræður, elstu bræður, ég sem sagt gat ekki spurninguna mína. Þegar ég fór í biblíukennslu í Kólumbíu í Girardot, en Guð sagði við mig að það væri hans tíma að bíða, að ég gæti spurt að hans tíma og Guð lofaði mér að ég myndi vera að spyrja þig og ég langar að segja þér að ég er undraður af þessari biblíukennslu, Salmar 31, því ég hef séð að við erum öll glöð og hamingjusöm eftir að hafa séð blessanir sem að Guð hefur gefið okkur eftir öllum biblíukennslunum og ég gef Guði dýrðina og ég er mjög glaður að sjá allar þessar blessanir sem að Guð hefur gefið okkur og Guð hefur frelsað mig líka. Hann hefur líka gefið mér skírnina og ég er mjög glaður að sjá þessa hluti og mér langaði bara að segja þér og þau sem eru í kirkjuna að ég er mjög glaður að Guð hefur gefið allar þessar fasteignir og við ætlum að biðja Guð að gefa okkur fasteignin í Hempstead. En já, þetta er þá Guð sem ákveður þessa hluti. Má ég gera þér spurning, systir? Í Hagai kapli 2, vers 3. Hagai kapli 2, vers 3. Hagai kapli 2, vers 3. Hver sá af yður eftir orðin séð hefur þetta hús í sinni fyrir vexend og hversu virðist yður það nú? Er það ekki engisvert í yðar augum? Vers 9. Hinn síðari dyr þessa musteris mun meiri verða en hinn fyrri var, segir Drottinn allsherjar, og ég mun veita heill að þessum stað
segir Drottinn allsherjar. Systir María Luisa, þessi orð sem að Guð sagði við Hagai spámaður fyrir Sóróbabel sem að ríkti yfir liðið, er þetta eitthvað sem við getum borið saman við kirkjan daginn í dag? Þetta er dýrð, okkar dýrð sem sagt. Þessi musteri er okkar dýrð. En dýrðina fyrir Drottinn er okkar hjarta. Okkar hjarta er dýrð Guðs. Og hér í Hagai kapli 2 er verið að tala þann musteri, hér í Hagai, að musteri í Jerúsalem hafði verið eyðilagður og þau sem eftir voru, sem sagt þau lifðu 70 ár í Babylóníu, komu aftur og Guð leiðbeinir þeim að endurbyggja og þess vegna sýnir Guð Hagai og segir hér í vers 1 í kapli 2. Á 21. degi hins 7. mánaðar talaði Drottinn fyrir munn Hagai spámanns að þessa leið. Mæl þú til Serubabels Sealtilssonar, landstjóri Júda og til Jósva Jósadakssonar, æðsta prest og til þeirra sem eftir eru að lifnum á þessa leið. Þannig að þau hefðu komið frá Babylóníu eftir 70 ár, eftir að hafa verið í Babylóníu í 70 ár og spámaðurinn segir við liðið, hver er sá af yður eftir orðin sé hefur þetta hús sinni fyrir vegsemd og hversu virðist yður það nú? Er það ekki engisvert í yðar augum? Þannig að musteri sem var þá var fallegasta musteri sem að Sólómon hafði nokkuð tíma byggt fyrir Guð. Þannig að hann var að tala hér við restina af fólkinu sem eftir var í Jerúsalem og hann var að segja hver af yður sá þetta húsi sinni fyrir vegsemd. Það er að segja þegar Sólómon byggði það og hvernig sjáu það nú? Þannig að það sögðu allir, það er eyðilagt. Við sjáum bara það sem eftir er að öllu sem er eyðilagt. Þannig að fólk sagði við sjáum ekkert lengur, það er búið að eyðileggja allt, það var allt brennt, það var allt eyðilagt. Þannig að Guð hér gefur þeim loforð og segir að hann myndi rísa upp hús, musteri í framtíðina og að þessi musteri yrði í öllu sínu vegsemd og það er það sem að þá er hann að meina hér í vers 6 og hann segir því að svo segir Drottinn allsherjar eftir skamma hrið mun ég hræra himinn og jörð, haf og þurrlendi. Ég mun hræra allar þjóðir að því að hjálparinn mun koma til Jerúsalem að predika fagnaðarerindi. Þannig að þið munu öll skjálfa. Ég mun hræra allar þjóðir. Og hann segir, ég mun hræra allar þjóðir svo að gersemar allra þjóða skulu hingað koma. Og hvað voru gersemar allra þjóða? Það var Jesú Kristur. Og hann segir, og ég mun fylla hús þetta dýrt, segir Drottinn allsherjar. Hann myndi sem sagt fylla hús með dyrðina, en hvaða hús ef það var ekkert hús? Þegar hann gaf spádómi það var allt eyðilagt, það var ekkert byggt og Guð var að tala andlega húsið, kirkjan hans, að því Jesú Kristur var að koma til þess að byggja upp hans kirkja. Þannig að Guð segir í vers 8, mitt er silfrið, mitt er gullið, segir Drottinn allsherjar. Hinn síðari dyr þessa musteris mun meiri verða en hinn fyrri var, segir Drottinn allsherjar. Og ég mun veita heill á þessum stað, segir Drottinn allsherjar. Og Drottinn sagði, ég mun gefa ykkur frið á þessum stað, að því fyrsta húsið sem að Sólómon bjó til, sem að Sólómon gerði, var fyrsta húsið, en annað húsið með vegsemdina, með dyrðina, var sem sagt húsið sem er hjartað okkar, sem er húsið Jesú Kristur. Og bróðirinn sér kannski hér að þessi musteri er sem dyrð, já, fyrir okkur er þetta dyrð, að því þökk sé Guði að við erum hér með okkar eigin stað, þar sem enginn er að fara að koma að segja við okkur, farið að þessu húsin, við erum núna komið með fasteign og það er enginn að fara að segja okkur að fara.
Og það dýrð fyrir okkur. Það enginn að segja okkur, ok, farið í burtu, ég vil ekki leigja ykkur lengur. Það enginn að fara að segja það. Guð búinn að gefa okkur þessum stað fyrir okkur að gefa Guði dýrðina. Af því fyrir okkur þetta dýrð. Það dýrð fyrir okkur að geta verið hér og það sem að Guð vill að við séum með dýrð og við séum glöð í okkar hjarta og hamingju sem við ætlum að standa upp og við ætlum að þakka Guði. Við ætlum að syngja til Guðs kór sem bera titli Þetta kirkja Guðs sem hvaða númer? 55. Kór 55. Þetta kirkja Guðs og við ætlum að syngja og við ætlum að biðja Guð. Og við ætlum að biðja Guð að hafa miskunn af okkur og að gera kraftaverki og tákn og að frelsa okkur, að lækna okkur, að hjálpa okkur í sáli okkar, að ræta okkar allar óskir. Og við ætlum að þakka Guð fyrir þessari musteri, að þakka Guð fyrir þennan stað sem að Guð hefur okkur til þess að lofa nafn sitt. Señor, bendito Dios Todopoderoso. Blessaður sé Guð almáttugur, takk Faðir, takk heilagur Faðir. Við viljum þakka þér, ó Guð, takk fyrir þennan stað sem þú hefur gefið fólki hér á þessari eyju, að því þau hafa nú stað til þess að koma saman, til þess að gefa þér dyrðin á heiðurinn, til þess að læra kenninguna þína, til þess að læra á þínum vegum. Takk fyrir þennan stórkostlega blessun, takk fyrir kærleikan og ástin sem þú gefur okkur. Vertu og Guð að blessa okkur. Leyfðu okkur að labba á þínum vegum og að allar kynslóðir komi saman og gefi þér dyrðina, að þau gefi þér dyrðina á heiðinu sem að þú átt skilið. Vertu að blessa hverjum og einum sem safna saman hér. Vertu að blessa þennan stað, gefa því vöxtur, stækka og Guð, svo þið geti komið að gefa þér dyrðina. Takk fyrir þessari stórkostleg blessun. Takk, ó Faðir minn almáttugur. Vertu ó Guð að frelsa okkur. Vertu að frelsa okkur og slíta bindingar sem að óvinurinn hefur bundið okkur með. Vertu að taka í burtu seiðiskrafturinn og gildranir sem að óvinurinn hefur sendið okkur. Vertu að lækna okkur andlega og líkamlega. Vertu ó Guð að frelsa okkur frá andlegum veikindum, frá þessum ólæknalegum veikindum. Þessi veikindi í blóðinu, í hjartanu, í taugarnar, þau sem eru veik í bakinu, öll þessi líkamleg veikindi líka, Guð. Vertu að lækna, vertu að taka í burtu gikt, vertu að taka í burt allt sem að tengist líðinu, vertu að frelsa okkur, vertu að gefa þeim heilsu svo að þau geta leita að þér, svo þau séu hraust til þess að vinna fyrir þig, til þess að þjóna þér, ó Guð. Vertu að hjálpa þeim,
Vertu að hjálpa þeim og gefum þeim hamingja og gleði í þeirra hjarta, gef þeim frið og róð. Og blessaður Faðir, vertu að blessa með þinni blessun. Vertu að slíta þessa bindingar. Vertu að slíta andlegu veikindi. Taktu í burtu. Taktu í burtu, ó Guð, þessi slæma hluti frá okkur öllum. Að við séum ekki að efast þig. Vertu að frelsaðu okkur og hreinsaðu okkur, Faðir minn. Dyr sé þínu nafni, ó Faðir. Dyr sé þínu nafni að eilífu. Blessaður Faðir sem lifir og ríkir í allar aldir. Ó Guð, blessaður sé þínu nafni. Við blessum þig, ó Faðir. Við gefum þér heiður, ó Faðir. Við viljum lofa þig. Við viljum lofa þig og gefa þér heiðurinn og dyrðina. Blessaður sért þú að eilífu. Dyrð og gleði sért þú, verð þú að gefa okkar hjarta. Ó Guð, gleði og hamingja, því þú ert með okkur, ó Guð. Gleði og hamingja, ó Guð. Blessaður sé þínu nafni. Dyr sé þínu nafni, ó Dug, heilagur Guð. Heilagur Guð. Öll jörðin fyllt af þínu dyrð, ó Guð. Hjálpa þú okkur, ó Guð. Hjálpa þú okkur, gefið okkur frá þínni þekkingu, frá þínni sannleika, þína miskunn að eilífu og kærleikann þín fyrir okkur, ó Guð. Takk fyrir miskunnina þína. Takk fyrir þolinmæðina, ó Faðir, og blessaður Faðir. Og blessaður Faðir, dyr sé þínu nafni, ó Guð. Verð þú að koma hér til okkar með þínum vald. Verð þú að koma hér til okkar með þínum vald, ó Guð. Við viljum biðja þig að vera hér með okkur með heilögum anda. Verð þú að vera hér með okkur, ó Guð. Sendu eld, sendu vald, ó Guð. Takk, ó Guð. Blessaður Faðir minn. Blessaðu allar bræður og systur sem að hafa komið hér saman. Blessaðu þau. Gefðu þeim dyrð, gefðu þeim í gleði, í hamingja. Frelsaðu þá, ó Guð. Gerðu kraftaverk og tákn. Gerðu kraftaverk samkvæmt því sem þú hefur lofað, ó Guð, eins og þú hefur lofað, ó Guð. Blessaður Faðir minn. Blessaður og valdamikill Guð. Almáttugur Guð. Takk, ó Faðir. Halleluja. Dyr sé þínu nafni að eilífu. Dyr sé þínu nafni að eilífu. Almáttugur, kraftamikill, ó Guð. Almáttugur ertu. Verð þú að senda vald. Verð þú að senda eld, ó Guð, til okkar. Verð þú að koma til okkar með heilögum anda. Og dyr sé þínu nafni, ó Guð. Dyr sé þínu Poderoso, nafni, ó aleluya. konungur. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. Gloria a mi Señor, alabado sea el nombre del Señor para siempre. Gracias le damos al Señor por sus bendiciones.
Muchas gracias, hermanos y hermanas. Será hasta pronto, hasta la próxima. Que Dios me les bendiga y que disfruten este lugar y que Dios les dé muchas bendiciones. Njóti frá þessum staði og Guð gefi ykkur mikið af blessunum. Takk og Guð blessi ykkur öll, Guð blessi þau sem eru líka í kjallarann hérna í dag. Guð blessi ykkur öll og gefi ykkur mikið andlegum gjöfum til þess að þjóna Guði. Takk. Gracias y hasta pronto.